Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 25. febrúar 2025. Þetta fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Til fundar eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ósveig Skarstað, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og Valgarður Örn Jónsson sem hér talar gegn embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn þeir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér Steinar að rita fundargerð. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og gesti velkomna í sal. Og áður en að fundur hefst og við göngum til dagskrár og þá bara minni ég á það að þeir einir hafa málfrelsi á bæjarstjórnarfundum sem að flytja við fundarborðið. Það er víst þannig og óskum eftir að það verði góður friður á fundi. Gestum auðvitað frjálst að fara inn og út úr salnum og þurfi ekki að sitja allan fundinn eins og á árshátíðunum í skólanum þar sem fólk sérstaklega biður að sitja allan fundinn. Það þarf ekki hér. Áður en að við göngum til dagskrár þá óska ég eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og stjórnsýslu Akraneskaupstaðar að tekið verði inn með afbrigðum mál númer 250-1063 líkamsrækt á Jaðarsbrekku. Málið var tekið fyrir á aukafundi bæjarráðs fyrr í dag og þá óska ég jafnframt eftir að sú fundargerð, þ.e. fundargerð bæjarráðs númer 3587 frá því fyrr í dag verði lögð fram undir dagskrárliðum fundargerð bæjarráðs. Verði afbrigðið samþykkt og þá verður málið líkamsrækt á Jaðarsbrekku númer 7 í dagskránni. Og aðrir fundarliðir færast á aftar. Þegar þetta með undir atkvæði, samþykkja þessa breytingu á dagskrá, þess að gefa merkið. Það er samþykkt með öllum atkvæðum. Jafnframt ætla ég að leita afbrigða frá dagskrá að við tökum þá mál númer 12, 25/1/029, fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Að við tökum það mál fyrst fyrir á fundinum, vegna þeirra aðstæðna að við erum með fullan sal af gestum. Einhverju sem að hreyfa andmæli við því. Það skoðast á samþykkt. Þá finni ég þetta mál, 12. fundarliður, málsnúmer 25/1/029, fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2025. Lögðu fram fundargerð stjórnarsambandsins númer 963 frá 31. janúar síðastliðnum. Og þar sem að fundargerðin fjallar meðal annars kjaramál og kjarabaráttu minna stéttar, þá ég vanhæfur til að sitja fyrir umræðum á þessu fundi og óska eftir að varaforseti lesi með þessa fundi. Já, einmitt. Einhver sem gerir athugasemd við það Valgarður þetta var 1900? Það ekki. Þá tökum við fyrir en það er svo vel, Kristín. Það er fulltrúi Kristín til alls. Og svo er þetta bara stráðið. Það er stjórnargestir sal. Ég eftir að hafa áfram með bæjarritara reiknum aðeins, ég sem ekki mjög kennari.
sem að ég mun líklega hugsa þessum þeirra. Kristján Helgi Skúlason hefur, Freysson, Stefán Vissum, einhver sem gerir athugasemd við það hann. Svo ekki, þá eins og fram kom að þá ætlum við að byrja á 12. lið og það liður sem númerið 25 og leið 029. Fundargerð 2025, samband íslenskra sveitarfélaga, tilkynningar og þetta fundargerð númer 963. Fundargerð stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 31. janúar 2025. Orðið laust þessa fundargerð og það formaður bæjarráðs sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðrir sem á hlýða. Ég kom hingað upp til að lesa sameiginlega bókun allra bæjarstjórnar sem hljómar svona. Bæjarstjórn Akraness harmar þá alvarlegu stöðu sem uppi í kjaraviðræðum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands og þær afleiðingar sem hún hefur fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur í landinu. Ljóst að það traust sem nauðsynlegt að ríki á milli samningsaðila hefur orðið til skaða og hvetjum við samningsaðila til að grípa nú þegar til allra þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru til að endurheimta það traust. Jafnframt hvetur bæjarstjórn samningsaðila til að halda áfram vinnu og ljúka henni sem allra fyrst. Bæjarstjórn ber fullt traust til forystu Kennarasambands Íslands og samninganefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga til að ljúka yfirstandandi kjaraviðræðum með gerð kjarasamnings sem endurspegli mikilvægi kennarastarfsins, menntunar og skólastarfs á sanngjarnan hátt. Já, Líf Lárusdóttir, formaður bæjarráðs, hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Svo ekki, þannig að fundargerðin lögð hér með fram og þá tökum við fyrir fyrsta liðinn og þá bjóðum við í sal aftur forseta vor, Valgarð Líndal Jónsson og Kristinn Hall Sveinsson, bæjarstjóri. Mátti ég ekki benda á að hlera á þessum þegar það tekið það? Jú.
Þá höldum við áfram með dagskrá fundarins. Förum í fyrsta fundarlið, mál númer 2406, 159, uppbygging á Breið. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 13. febrúar 2025 samkomulag skipan starfshóps gerð samnings frekari þróun skipulags og uppbyggingu á Breið á Akranesi og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Samkomulagið liggur fyrir í fundargögnum og orðið laust þennan fundarlið. Það getur rætt til sens. Forseti, bæjarfulltrúar í sal. Þeir eru bæjarfulltrúar sjálf að lesa viðleyfið. Kannski bara benda á þessi einu breytingu sem við orðið frá því að þetta fyrirkemur bæjarráð á sínum tíma. Þá var gert ráð fyrir að hópurinn skila af sér í mars. Það er að færa það aftur í maí. Það er þarna á sér bræðilega skýringar. Þetta er mikil vinna. Það er rétt að færa aftur þessum tímamörk og bara gera þetta vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Ragnar B. Sæmundsson eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki, þá fyrir þá sem að samþykkja samkomulagið skipan starfshóps gerð samnings frekari þróun skipulags og uppbyggingu á Breið. Það gjör svo alveg á merkjum. Þetta með 9 atkvæðum. Áður við förum í annan fundarlið, þá ætlar forseti að gera þá tillögu að fundarliðir 2, 3, 4, 5 og 6 verði allir teknir saman í einni umræðu, þar sem eina og sömu skipulagsbreytinguna að ræða. Ástæða þess að þessi ekki mörgu fundarliðum bara að þetta kemur inn á svo mörg skipulagssvæði. Tökum umræðuna í einu fundarlið og hann verður þá væntanlega bókaður undir fundarlið 6, þessu umræða sem það fram ber. Og en síðan verðum við að sjálfsögðu að taka hvern og einn fundarlið og afgreiða hvert fyrir sig í lokin. Þess að þeir eru andanlega við þessu fyrirsjónulagi. Svo ekki, þá kynnum við inn alla fundarliðina. Fundarliður nr. 2, 25.02, 159, breyting á deiliskipulagi Akratorpsreits, skipulagslýsing lögð fram vegna breytingar á deiliskipulagi Akratorpsreits vegna nýs deiliskipulags Kirkjubrautar fyrir gatnarými við Kirkjubraut og Kalmarsbraut sem afmarkast af merkigerði til suðurs og Esjubraut til norður, samtals 2 hektara svæði. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn og skipulagslýsing verði auglýst og kynnt í samræmi við 1. málsgrein 33. greinar og 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Þriðji fundarliður, breyting á deiliskipulagi Arnardalsreits. Þar sömu skipulagslýsingu að ræða og sömu tillögu frá skipulags- og umhverfisráði. Fjórði fundarliður, breyting á deiliskipulagi Miðbæjarreits, sama skipulagslýsing, sama tillaga frá skipulags- og umhverfisráði. Og 5. fundarliður, breyting á deiliskipulagi Stofnanareits, sama skipulagslýsing og sama tillaga frá skipulags- og umhverfisráði. 4. fundarliður, 25.02.161, nýtt deiliskipulag Kirkjubraut, skipulagslýsing lögð fram fyrir nýtt deiliskipulag Kirkjubrautar fyrir gatnarými við Kirkjubraut og Kalmarsbraut sem afmarkast af merkigerði til suðurs og Esjubraut til norðurs, samtals 2 hektara svæði. Tillagan nái við fyrirhugaðar breytingar á göturými við Kirkjubraut og Kalmarsbraut sem í samræmi við markmið og stefnu, landsskipulagsstefnu og aðalskipulags Akraness. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórnar skipulagslýsing verði auglýst og kynnt í samræmi við 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og orðið laust fundarliði 2 til 6 og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson.
forseti, bæjarstjóri, fundarritari, gestir í sal og herra ákveðna hlýða. Já, við erum komin að ræða hérna lið 2-6, varðandi svokallaða Kirkjubraut, Kalmarsbraut, lýsing á deiliskipulagi. Þetta náttúrulega við erum að byrja ferlið sem við höfum svo sem verið að vinna af og að laga götuna eins og forseti kom inn á frá Merkigerði og alveg upp að Hringtorgi líka á Óðins. Þetta, þegar við komumst klára þetta og börum í verkefni, þá allir getur skrifið þetta mjög mikið verkefni, en virkilega það göturnar, læknir og jafnframt að bæta svæði í heild sinni og kemur fram hérna markmiðinu deiliskipulaginu að afmarka svæði fyrir bæjargötur. Þeir kalla frá níðandi mannlíf sem býður på bortferðisgangandi, hjólandi, í bílum og með almennum samtökum. Ólíkir ferðamátar sá allir viðeigandi rými í götukostum með öryggi, gott bæjarumhverfi í borgum. Götusnið og meðferðir skipulagsstofnunar handíkar yfir bæjarrýmið verður haft ekki sumar sem það mögulegt. Fjöldi akreina verður skoðað með tilliti til umferðartalninga, en sömu stöðum verður 3 akreinar kirkjur. Hjólastígum verður komið fyrir og stefnt að hafa beggja megin vist. Og bílastæðar verða samsíða við akbrautir og stefnt að því að fækka ekki bílastæðum í götunum. Stefnt að því halda við núverandi hlutandi bílastæðar komið verður fyrir hjólastæðum við götuna og aukið verður gróður í gatnarýminu og virka samgöngumátum gert háttugt fyrir öðruvísi, skapa bóð dvalarstæði, koma fyrir götugöngum og bæta lýsing. Stefnt að því að hanna svæði í takt við núverandi starfsemi í mannvirkjasjóði og svæðið skipulagt með aðgangi allra í borgum. En eins og ég kom inn á áðan þá var þetta fyrsta skrefið og vona innilega að íbúar sýnir eins og áhuga og koma með alltaf þær ábyrgðingar og alltaf sem hvað er að gera sem best í þessu. Ég get þá farið í þetta sem allra fyrst þegar þetta verður klárt þessu vinna. Þetta er fyrsta skrefið. Takk fyrir, bæði fyrir Guðmundur Kristinn og Guðjónsson, sem skiptir að taka til máls. Bæði fyrir Kristján Sveinsson, Björn. Ágæti bæjarfulltrúar var sem ekki því það. Fyrst sjálf bæjarstjóri. Ég ætla bara að lýsa ánægju minni með að við sem komum á stað að sýna sig að fara að samþykkja auglýsingu á skipumstöðu. Þetta er mjög þarft verkefni og mun breyta ásýnd bæjarins verulega ef okkur tekst vel til. Við þurfum að halda vel á spilinu en við ætlum að ná að tímaáætlun að nýtt deiliskipulag verði auglýst í september og ég vona okkur takst það. Það er bara svo mikilvægt að breyta þessi götunum þarna og gera þetta meira aðlaðandi. Ég vil líka hvetja ykkur til þess að jafnframt að meðan við erum í þessu skipulagsferli að vera að hugsa kannski hvernig við hlutum þetta niður sem verkefni í áframhaldandi vinnu við að fara síðan í þær uppbyggingum eftir það til þess að breyta sem ekki bara horfa á að klára skipulagið, þetta síðan líka ná hvar við byrjum, hvar við endum, hvað er fyrst mikilvægast að byrja og hvar er svona hægt að segja þess á. Þetta hefst þess. Takk fyrir. Fyrir að fyrir Kristján Sveinsson, sem þú spenntir að
mála aðeins því það. Það fyrir Kristinn hann komin upp og bakgrunni þessi vindur sé í gangi. Þetta gríðarlega mikið gott svæði eins og við komum inn á og hún tók fórsetið hún yfir upp og þá fyrir þetta inn á mörg skipulög. Ég langar bara líka til að hvetja skipulagsráð til þess að eins og kemur fram í textanum þá markast þetta alls ekki gerð á suðurs við suðurlandi norðurs. En öðru leyti að lóðamörkum aðliggjandi lóðum. Þetta skipulagsráð til þess að huga að bara aðgættir sem er sjúkrabíl og annað sem hefur verið umræðinni. Þeir möguleika síðu skoða. En þetta skipulag líka kemur til með að taka á bara í erfiðum og leiðum gatnum eins og komið Skagafjörð tengist þessu skipulagi, kemur inn. Það í dag eftir að fara yfir raunar 4 akreinar gangan. Og þetta stór götugassi, þannig að við höfum alla möguleika til þess að auka vægi eins og kemur fram bara í textanum. Vægi hjólandi og gangandi umferðar. Eins líka bara að gera þetta umhverfi svolítið vistlegt. Það ekki sérstaklega skemmtilegt sem eins og það. Fyrst og fremst bara fagna þessari vinnu og hver skipur umhverfi til þess að hugsa bara hugsa stótt. Gefum sér tíma í það. Þetta var kærlega. Fyrir Ragnar Sæmundsson, þeir sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki, þá förum við í afgreiðslu á þessu lið fyrir lið. Það er þá í fyrsta lagi fundarlið nr. 2, breyting á deiliskipulagi Akratorps reids. Þá fyrir þá sem að samþykkja að skipulagslýsinguna breyting á deiliskipulagi Akratorps vegna nýs deiliskipulags Kirkjubrautar verði auglýst og kynnt. Samþykki það Björnsson Geometri. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður, breyting á deiliskipulagi Arnardalsreids. Það fyrir þá sem samþykkja sömu meðferð máls varðandi deiliskipulag Arnardalsreids að gera svolítið Geometri. Samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórði fundarliður, deiliskipulag Miðbæjarreids og það er sama tillaga þar. Það sem að samþykkja sömu tillögu fyrir deiliskipulag Miðbæjarreids og gera svolítið Geometri. Samþykkt með 9 atkvæðum. Fimmti fundarliður, breyting á deiliskipulagi Stofnanareids. Sama tillaga þar fyrir þá sem að samþykkja þessa tillögu fyrir deiliskipulag Stofnanareids og gera svolítið Geometri. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og sjötti fundarliður, nýtt deiliskipulag Kirkjubraut. Við þá sem samþykkja að skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag fyrir gatnarýmið við Kirkjubraut og Pálmannsbraut verði auglýst og kynnt í samræmi við 1. málsgrein 43. grein og 1. málsgrein 40. grein skipulagslaga. Tillagan nái yfir fyrirhugaðar breytingar á göturýmið við Kirkjubraut og Pálmannsbraut sem í samræmi við markmið og stefnu, landsskipulagsstefnu og aðalskipulagsins. Í samtíma þetta gjör svo Geometri. Það fyrir með 9 atkvæðum. Þá förum við í 7. fundarlið, málsnúmer 25/0163, líkamsrækt á jaðarspörkum. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum fyrir í dag, 25. febrúar, fyrirliggjandi tilboðsgögn og vísað erindinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar með eftirfarandi bókun. Bæjarráð leggur áherslu á að tilboðsgögnin og væntanlegt fyrirkomulag breyta í engu fyrirliggjandi áformum samkvæmt samþykktri fjárfestingu og framkvæmdaáætlun, svo sem byggingu nýrrar innrisundlaugar. Mikilvægt í ljósi þessa starfsemi braggans færist í nýtt íþróttahús og koma til uppti að bragginn fái í framhaldinu tímabundið nýtt hlutverk. Ég vil líka taka fram að það á eftir að prófa þessa gagni með tilliti til stafsetningar og málfars. Þannig að við erum ekki að fara að ræða það alveg. Það verður að sjálfsögðu gert fyrir birtingu.
En orðið laust við þennan fundarlið. Þetta fulltrúi Líf Lárusdóttir. Bæjarfulltrúar Kristján Sal og aðeins má kvíða. Ég kem hér í fundið máli auglýsingu líkamsrækt í Brekkan okkar á Jaðarsbyggu. En þannig að nú hefur risið glæsilegt íþróttamannvirki á Jaðarsbyggu og verður tekið í notkun í haust. Bragginn hefur gegnt mikilvæga hlutverki langt skeið í leikfimikennslu og grunnskólastigi ásamt ýmsum íþróttagreinum. Í framkvæmda- og fjárhagsáætlun bæjarins er gert ráð fyrir að þar sem bragginn er staðsettur í dag muni rísa innrisundlaug. Og eins mikið og við myndum að því til öll vilja hefja uppbyggingu á því mannvirki helst í gær, þá er það þannig að hönnun er áætluð núna 2028 og svo uppbygging í kjölfarið. Hér er að ræða uppbyggingu sem öll líkindum mun enda einhvers staðar í 2 milljarða. En þessa peninga eigum við einfaldlega ekki til núna. Af hverju eigum við það ekki til? Það er líklega ekki að keyra marga hringi í kringum bæinn okkar til að átta sig á því að víðast hvar í okkar húsnæðum erum við að laga, stækka, breyta og aðlaga að nútímanum. Ég nefni framkvæmdir og stækkun grunnskólanna beggja, ég nefni glænýjan leikskóla sem tekinn var í notkun 2023, Teigarsel, Vallarsel, 5 leikahús og svo íþróttahúsi á Vesturgötu og húsnæði í Ljósavöllum. Allt jafnt höfum við fjárfest fyrir 12 milljarða á síðustu árum í nýbyggingum og endurbyggingum skóla og íþróttamanna. En snúum okkur þá aftur að bragganum og mögulegri tengingu hans við líkamsrækt. Við erum jú sannarlega í dag að reka líkamsrækt. Við erum þar að standa í rekstri sem sveitarfélög ætti að mínum mati ekki að koma nálægt, enda samkeppnisrekstur að ræða. Þá segir fólk gjarnan, það getur hver sem komið hingað að opna líkamsræktarstöð. Rétt, en við vitum samt að umhverfið hér, eins og það er í dag, er þannig með þeim hætti að það er ekki slegist að stökkva til og opna hér líkamsræktarstöð fyrir almenning. Og þá er ég ekki eina sekúndu að gera lítið úr frábærum stöðum sem við höfum bæinn, samanber Ráðsbyggð, Útkall, Útvegun, Teigisstjórn og Þingvallagötu. Hingað til okkar hafa leitað aðilar og spurt möguleikann á því að reka líkamsræktarstöðir á Jaðarsbyggu í núverandi formi eða með mögulegri útvíkkun á slíkri starfsemi. Það er þess vegna sem ég kem hér upp, til að mæla fyrir því að bæjarstjórn setji út auglýsingur þar sem við óskum eftir aðila sem vill leigja braggann eins og hann leggur sig og koma upp líkamsræktarstöð fyrir almenning. Í einfaldlega þann tíma sem húsið myndi annars standa autt. En auglýsingin gerir ráð fyrir 30 ára leigutíma með möguleika á framlengingu. Ég vek sérstaklega athygli á því eins og kom fram í bókun bæjarráðs fyrir í dag að hvergi í þessum gjörningi er verið að seinka sundlauginni frekar en áður hefur verið gert. Ég vil líka taka það skýrt fram að með almennri auglýsingu tryggjum við að allir sem mögulega hafa áhuga á þessum verki setjið í sama borð og getur gert okkur tilboð og við séum til besta tilboð. Ég vona svo sannarlega að þetta skili okkur því sem margir skagamenn dreymir og að okkur verði boðið upp á samkeppnishæfa líkamsræktarstöð. Minna mætti það nú varla vera í bráðum 9.000 manna samfélagi. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir og fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðeins sem á hlýðan. Byrja á því að þakka bæjarfulltrúar Líf Lárusdóttir fyrir bara greina góða yfirferð á þessu máli sem liggur hér fyrir til samþykktar og eins bara hvað við erum búin að vera með mjög mörg verkefni í gangi hjá okkur síðastliðin ár og kostnaðurinn þar í kring. Ég verið að skoða innsýn á hver staðan hjá okkur þegar kemur að fjármunum. Mér langaði bara að koma hérna upp aðeins og fara yfir tókum þetta mál fyrir í skipulags- og umhverfisráði fyrir viku síðan og ég átti að fara að sitja hjá afgreiðslu málsins þar sem að ég var ekki algjörlega sammála ákveðnum atriðum sem komið þarna fram í þessu tilboðsgögnum en ég sé núna að það er búið að ræða það út. Það er mjög ánægilegt. Eins var ég láta líka með ákveðna efasemdir
samskipti við okkar helstu hagsmunaaðila á svæðinu og líka það að þetta máli voru keyrt mjög hratt með við stjórnsýslu hraðan. Það kannski líka ánægilegt að setja okkur fordæmi fyrir okkur að við getum unnið eitthvað svolítið hratt frekar en þetta dæmi að sýna okkur þetta og ég er mjög ánægð með ef þú fórst yfir Bæjarfulltrúar Líf Lárusdóttir varðandi áherslu okkar hér og í bæjarráði í dag í bókun þess að við ekki fresta uppbyggingu nýrra innviðsumferðar. Við erum að halda okkur áætlun sem að miklu núna til samfélagið áramótin og við reynum framfylgja henni. En á sama tíma erum við líka að nýta þau mannvirki sem við höfum virkilega til umráða til þess að gera Bæjarfélag enn betra. Takk fyrir. Fyrir þetta sæti að segja þeir sem óskast að þessi til máls. Þú ekki og þá fyrir ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi tilbókar rekstur líkansræktar á Jaðarsbökkum að gera stöðu kílómetri. Nýjum stað. Þá förum við í 8. fundarlið og erum komin í framlagningu fundargerða. 8. fundarliður sem ásnúmer 25.01.02 og fundargerð bæjarráðs á árinu 2025. Lagðar eru fram þá 2 fundargerðir. Númer 3586 frá 13. febrúar síðastliðnum og númer 3587 frá fundi þeim sem hér hefur nefndur og fótt fram fyrir í dag. Og orðið laustum fundargerðir bæjarráðs. Það óskar enginn en jú. Þú sætti særið fyrir síðan. Forseti, það er svona tíðan, fyrir eldri fundargerðinni frá 13. Dagskrárliður 1. Varðandi fjárhagslegu markmiðin. Við höfum kannski tekið svolítið mikið til umræðu áður á þessum fundum. Kannski bara forréttindi sakir ég sé að það var leggja fyrir skipulag vinnuna fyrir á næsta fundi í bæjarráði. Það er ekki í dag, það var fyrstu. En þetta er bara forréttindi mér að fá vita það framvindum. Hvernig sjáum við fyrir ykkur og beinast við fyrirspurn til formann bæjarráðs. Hvernig sjáum við fyrir ykkur þessa vinnu fara fram. Þátttöku bæjarfulltrúa í henni og svo bæjarráða einnig. Fyrir þú sættir sem síðan og Líf Lárusdóttir fyrir orðið, fyrir svo vel. Bæjarfulltrúar Íslandsal og aðeins sem ákveð tíða. Við þakka fyrir þessa fyrir bæjarfulltrúar. Við í rauninni höfum sett þetta þannig fyrir okkur að þetta sé þannig mál að það verði erfitt að hafa þetta hvort sem það heitir fyrsta eða síðasta mál á bæjarfundum sem stundum telur marga tugir mála sem að komast yfir á opnum tíma. Þannig að umræðan hefur verið með þeim hætti að það verði tekið út og fundarinn þetta sér þar sem bæjarráð kemur saman, tekur svo inn í rauninni ég segja að þetta verður þemaskipt að við séum með eitt málefni til umfjöllunar og sem er leyfissamningar eða annað og það að það komi inn eftir þörf. Þá þurfum við svolítið að vita bara að finna fundartíma með hverju einu ráði með sviðsstjórum eftir því það sé innitæri sinni. Það sé þá bæjarráð sem er að leiða þetta utan hefðbundið fundartíma. Við höfum áhyggjur af því að þá verður þetta eitthvað mjög mörgum málum að það þurfi einfaldlega þetta er mál eftir stórt og yfirgefs mikið að við viljum taka þetta þannig að við séum með fullan fókus á þessu eina máli þegar á þessum sérstöku fundartíma. Og þessi unnið þá með ráðanlega ráðsvíð og svo séu það samhliða því stöðufundir sem við getum öll setið saman, tekið reglulega stöðu. Öll í þá er ég meina að þetta eftir og sem stöður. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir.
fleiri sem óska eftir að taka til máls. Fundargerð í Bæjarás og ekki og þar með teljast þessar fundargerðir ráðsins framlagðar. 9. fundarliður, málsnúmer 25/103, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs árið 2025. Lagði fram fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs númer 240 frá 18. febrúar síðastliðinn. Og við laustum þessa fundargerð. Óskar Ingi, aðalfundarstjóri Kristján Helga Gunnarsson. Bæjarfulltrúar, það er sem á friða. Það er taka til máli 1. Nú hásef skólan til hluti 2, en í raun og veru erum við að í ráðinu að hvetja bæði stjórn og apparatið til þess að hefur undirbúning á mjög kjarna. Þetta mál er í mikilli óvissu, hvernig fer með skólan 42. Við erum að hvetja okkur áfram í því að hefja þá samtal við aðilar sem geta komið inn í rekstur á kjarna og að þessi skipulagssvið að finna hendur að vera mikið framkvæmd. Eiginlega fyrir nýtt, við stefndum alltaf á það að þörfin er allavega 2 kjarnar viðbót, þannig að þetta er bara kannski ekki að róta sem við séum að flýta það á þetta einnig. Við vitum ekki alveg niðurstöðuna með þetta, en ég veit að við erum í ákveðnum ferli innan bæjarins og hjá hans. Þetta er Kristján Helga Gunnarsson. Þeir sem að til þess að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo ekki telst fundargerðin framlögð. Við kemur í 10. fundarlið, málsnúmer 25/104, fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2025. Hér eru lagðar fram 2 fundargerðir skóla- og frístundaráðs, númer 255 frá 12. febrúar síðastliðnum, 256 frá 19. febrúar síðastliðnum. Og orðið laust, fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Lífs og Skaftafell, Pétur Árni. Forseti, bæjarfulltrúar, fyrrverandi gestir í sal, aðrir sem var fyrir það. Ég ætlaði að koma þetta upp undir fundargerð 256 og frístundaráðs og byrja á í rauninni mál nr. 2, foreldrafélag grunnskólana. Þá fengum við foreldrafélag grunnskóla, beggja grunnskóla til okkar á fund og þar sem að þetta er reglubundið samtal sem við eigum við þessi fulltrúa og alltaf gott að fá því í heimsókn og fá að heyra hvað áður leggur þessa. Eitt af því var varðandi sundlaugina á Jaðarsbökkum og varðandi þá sundkennslu barna og þetta rýmar svolítið inn í svo mál númer 4 varðandi samning bæjarins við KÍ afnot af vallarhúsi. Það hefur verið lengi ljóst að það er ýmsum vandkvæðum háð að vera með sundkennslu barna og almenning á sama tíma í sundi. Og eitt af því sem að foreldrafulltrúarnir töluðum í enn eitt skipti að komið þá óska að annaðhvort verði lokað fyrir almenning á meðan að sundkennsla barna er eða einfaldlega að vera með kvennaklefa.
Það er rosalega erfitt fyrir okkur minnandi að bara gera bindandi samning við KFÍA og ætla að gefa frá okkur veitingahúsið og þá klefa sem þar eru að við ætlum ekki að gera ráð fyrir þessu því að á sama tíma erum við líka að bjóða út hérna að vera með líkamsrækt á jaðarspektum og þeir klefa sem þar eru nýtast okkur það ekki neitt. Fyrir utan það að þá er náttúrulega sundfélagið með stórt mót hérna á hverju einasta ári og þarf á þessum klefum í hérna vallarhúsinu á þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða vel og vandlega. Því að það er einfaldlega þannig að þetta er ekki lengur eins og þegar ég var í fyrsta bekk í Austurbæjarskóla að læra að synda, þar sem ég fór í sturtu með stelpum og strákum. Svoleiðis er þetta bara einfaldlega ekki í dag. Og hérna, þannig að við viljum bara hafa þetta allt á hreinu, þannig að já, hvetja okkur til þess. Svo var ýmislegt annað varðandi líka til dæmis sundkennsluna eins og við höfum heyrt frá ungmennaráði og öðrum varðandi að hvetja okkur bakgrunn að berjast fyrir því að hérna verði komið upp einhvers konar stöðuprófi í sundi og annars konar eða hafa kynjaskipt í sund, þannig að allt góða hugmyndir og gott samtal. Já. Takk fyrir, Lífs og Skarðstad og það er frá Jón Eva Sigurðardóttir, fyrir það. Og ágætu bæjarfulltrúar, aðeins sem sitja hér í sal og þeir sem áttu hér. Ég er bara að þakka samstarfskonu minni í skóla og frístundaráði bæjarfulltrúa Líf Ásu Skarðstad fyrir yfirferðina á þessu máli og ég er hjartanlega sammála henni að það er ótrúlega gott að fá aðhald frá foreldraráðum beggja skóla þar sem þau bent okkur á mikilvæga hluti og bara er sammála öllum þeim atriðum sem okkur voru bent á. Það er að mörg að huga þegar kemur að öryggi barna og varðandi sundkennsluna og klefamálin að þá er þetta er alls ekki góð staða sem að börnin okkar eru í og við okkur ber að sinna þessu vel. Við höfum gert alls konar tilfæringar fyrir sundfélagið og það eru nú líka einhverjar tilfæringar fyrir skólasundið einnig rétt. En og af því að þetta tengist inn í mál einmitt númer 4 að þá er bara gott að halda við til laga að við höfum hér og fjalla fyrstu drög að samningi sem var kynntur. Þannig að það er fjölmyndalega áfram bara með athugasemdum eins og þurfa þykir. Mér langar bara líka að koma upp undir máli 5 í fundargerð 256, var ekki 256, og bara taka undir orð Líf Lárdóttir bæjarfulltrúa varðandi líkamsrækt, bara mjög ánægjulegt að þetta gerst í komið í einhverja velferð. Og að við sitjum ekki þeitt vonandi ekki einhverju eða fraka þegar frá samlega stundum. Já. Fyrir bæjarfulltrúa Jón Eva Sigurðardóttir, fleiri sem óskast að ræða tiltekna skóla og frístundaráðs, Líf og Skarðstad, fyrir það. Bæjarfulltrúar aðeins má þýða. Ég ætla nú bara að koma aftur fundargerð 5 lið 6, frístundaheimili Agnarsdóttar. Heiðrún Jansdóttir, verkefnastjóri kvikmynda- og horfórumála, hefur setið með okkur nokkra fundi varðandi þetta mál og það er þá varðandi
hvernig skuli haga frístundaheimilum Akraneskaupstaðar og framtíðarsýn okkar í þeim málum. Eins og staðan í dag þá, og náttúrulega margir vita þá frístund fyrir fyrsta og annan bekk niður í Brekknaskóla eða þess að þá tekinni, svo upp í Grundarskóla og svo 3. til 4. bekk fyrir þá samt frístund upp í Þorpi. Það eru svona, þau komið þarna inn skólastjórar að Arnbjörg og Sigurðarna og ræddu þetta og það er alveg ljóst að það eru svona skiptar skoðanir það hvað skólastjórnendur vilja gera og hvað er stærst. Þannig að mér finnst að okkar mati sem að sátum þessa fundi í skólafrístundaráði að við bara mótum okkur svona framtíðarsýn hvernig við viljum sjá skólafrístundaheimili því að þetta er eitthvað sem okkur ber skylda samkvæmt lögum að halda uppi og það er svolítið skatt af þau frístundaheimili sem eru til dæmis í skólanum að þau loka eðlilega á sama tíma á skólar en okkur ber skylda til þess að hafa þetta þannig að svo þetta börn sem að koma svo öll saman í safnfrístund í Þorpi á sumrin í sumarfrístund og það getur reynst svolítið erfitt. Þannig að frá svona okkar óska það yrði farið svona almennilega yfir þá mótuð einhvers konar sýn þar sem að lögin frístundamál væri bara höfð til hliðsjónar og að við værum að framfylgja þeim gæðaviðmiðum sem við setjum fyrst og til þess að þá gera þjónustukönnun hjá foreldrum. Þetta vill svolítið verða bara pössun fyrir foreldra og frístundaheimili eiga náttúrulega ekki vera starfrækt þannig þeir sem eru yfir frístundaheimilum eru nú fína háskólagráðu í tómstundafræðum og öðru og þá að sjálfsögðu ber okkur skylda til þess að veita eins góða þjónustu og möguleika. Takk. Líf og skartað fleiri sem ótrúlega fyrir að þetta máls. Þetta gefur skóla Húsfrás. Svo ekki, þar með eru þessar tvær fundargerðir ársins framlagðar og við fyrir þá í 11. fundarlið sem þá jafnframt síðasti fundarliður á dagskrá sem 12. fundarliður hefur þegar verið afgreiðtur. 11. fundarliður við málsnúmer 25/01/05 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2025 og lögðu fram fundargerð skipulags- og umhverfisráðs nr. 320 og fundi sig fram þann 18. febrúar síðastliðinn. Og orðið laust þess að fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Settir að fyrir sal og aðri ákveðnar funda. Við erum að ræða þarna fundargerð skipulags- og umhverfisráðs Þarna byrjum við að taka yngarleikurinn og jákvæður sem við erum búin að klára. Það er sveitis að Lexía kom inn á og það kemur rætt. Við náðum að skilja þessu til gegn og það er fullt að laga og það sé verði núandi okkur til framkvæmdar. Við bæjarbúa. Annars er komið fyrir að bundi hjá okkur það er gassláp sem fyrir sem að sveitarfélagið staðið í bara reynslan verið svo að þessi ekki alveg á ganga nægilega vel fyrir sveitarfélagið og við höfum þess að komið á tillögu að hækka þá enda á þá góða aðila sem eru í sveitarfélaginu sem eru að standa í þessu og við getum búin líta á sem er í okkur í bæjarvinnunni í önnur verkefni sem hafa setið á handla.
Einnig voru við að gatna stíga fyrir þetta ár. Það er hugmyndir sem stjórnstjóri kom með til okkar. Jafnframt við ekki fyrir kostnaðargreiningu áður en við myndum halda áfram. En eins og flestir vita þá við sprókum skammtíð og reyna aðeins að halda aftur okkur eins og mögulegt og þurfum við að forgangsraða. Einnig tókum við fyrirliggjandi lausu kennslustofna sem eru að losna núna í grundaskóla. Og á varðandi hugsanlega nýtingu þeirra, hvort við ættum að reyna að nýta áfram fyrir okkur, þessar stofnanir eða á öðrum stöðum. Það þú finna gangi, þá komið nokkrar hugmyndir fram hvað sé hægt að nýta þetta í. Jafnframt komið hugmyndir að selja hluta eða þetta innan sem að áfram frá hjá okkur og jafnframt í fleiri ráðum. Við séum klár í þetta þá að fæst það og sumarið kemur. Við fengum bréf frá Foreldrafélagi Grundaskóla, umferðaröryggi á Innnesvegi. Kaflinn sem er milli íþróttahússins á Jaðarspöktum og Grundaskóla. Þar sem svæðið er verið á 300 hámarkssvæði. Við bættum við 15 þegar mestu framkvæmdir stóðu og þrengingar voru. Þetta var fært aftur upp í 30 þegar gatan breikkaði og búið að gera þessar hraðahindranir sem voru. En það kom skýrt í bréfi frá þeim að óánægjan var mikil. Þetta gríðarlegur fjöldi barna sem er að labba yfir götuna í bæði íþróttir og í sauma. Og það við þess að hraðinn á þessu kafla væri 20 km á klukkustund. Annað á fundinum var að við fórum við breytingar á deiliskipulagi og þessum breytingum sem nú þegar er búið að skipulagslýsingunni fyrir þessar 6 eða 5 breyti sem þegar er búið saman. Fyrir Guðmundur Ingvar Guðjónsson, sem óska eftir að ræða fundargerðarskipulag umhverfisráðs. Það finnst lífa sér stærsta, ég svo þetta. Við bæjarfulltrúar Aðalsmálgera að koma upp undir mál nr. 2 og varðandi graslátt eldri borgara og öryrkja. Sem formaður Eldugráss og þetta kemur til okkar á 5. og 15. Við höfum rætt þetta margoft inn í ráðinu hjá okkur og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að taka út. Það er náttúrulega bara algjörlega galið að við séum að slá grasi fyrir eldri borgara sem eru alveg fullfærir að gera það. Við höfum líka góðar leiðir til þess að þjónusta þá sem ekki geta gert það sjálf. Og erum með þannig tekjur. Þannig ég hugsa að við ætlum að horfa á þetta þannig að það sé ekki bara leið og klukkar í 67 ára að þú getur fengið slag. Þannig að bara hvetjum okkur til þess að skoða þetta. Það er nokkuð flott. Takk fyrir Lífeyrissjóðskassa. Langar kannski að bæta aðeins við í þessa umræðu. Einnig varðandi annar fundarlið. Að grassláttur í heimafjörðum er oft fyrsti fyrirtækjarekstur margra ungra frumkvöðla. Það er bara mjög algengt að unglingar sem hafa aðgang að góðri sláttur og bífu bjóða upp á þessa þjónustu og já, eins og ég segi, fyrsti atvinnurekstur ungra frumkvöðla. Það er
Það er líka engin ástæða fyrir Akraneskaupstað til þess að vera í ósanngjarnri samkeppni við það bæ. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls, það er fulltrúi Kristinn Arnar Sveinsson, gjörðu. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur í það. Það var líka undir viðbröð sem er grasvörður á eldri öryrkja. Við fáum líka inn væntanlega í okkar á næsta fundi eins og Ingvarsson og vísir til okkar líka í velferð- og mannréttindaráði. Og við fáum þá þetta væntanlega bæði sem sérmál og sem fundi gerðandi með oss. Það er þetta báðumfjöldin, þannig að það er að hafa þetta í svona. Ég held að við verðum bara að horfa á þetta í þá samhengi hlutanna vegna þess að við eru í ýmis þjónustu sem kaupstaðurinn býður upp á sem að er verið að endurskoða og við verðum bara að horfa á samhengi þess sem er þá að fara að lenda á öryrkjum eða eldri borgurum og þá líka væntanlega einhvers konar getu til þess að sinna annað verkefni sjálfur eða fjárhagslega getu til að kaupa þá. Ég held að við verðum svona bara að horfa á málið þegar að við kemur hvernig þetta mun falla saman með að við allir það þjónustu sem er veitt og hvaða henni að borga fyrir hverju sinn. Takk fyrir, Kristinn Arnar Sveinsson. Fyrir sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þar með ljúkum við umræðu fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og fleira er ekki á dagskrá fundarins. Ég þakka fundarmönnum fyrir fundarsældum og fyrir góðar umræður á þessum fundi og þakka gestum fyrir komuna, mætti hérna í sal og segi þessum fundi slitið.